allt hárið farið. En samt nú nokkuð gaman. En þó nú líf í kalli. Og við erum stundum saman. Bara svona að hvernig þetta kemur út. Lubbinn minn sem fauk af mér áðan í logninu. Það gerir svo margt skrítið hérna í Hafnarfirði, það alveg bara með ólíkindum. Ég veit nú ekki af hverju ég var að þessu. En ég nú samt að því. Af því að það svo gaman að vera til bara, þetta ekki bara út af því. Mér finnst svo gaman að vera til. Ég veit ekki með þig. Kannski ertu orðinn svolítið þreyttur á lífinu. Það er mjög rangt að vera það. Ég þrátt fyrir allt, þó það sé nú stundum erfitt, það má aldrei vera neitt erfitt. Þá þetta búið að vera bara harla gott hjá okkur, held ég. Þannig að ég allavega ekkert að fara. Og svo líka hægt að vera með símann sinn uppi. Og þá getur alltaf talað við sjálfa þig. Þannig að þér þarf aldrei að leiðast, aldrei. En hver hafi þetta eins og hann vill. En ég vill allavega vera með þetta í þessum farvegi. Dást að loftljósinu. Dást að þessum fallegu lesglerugum. Sem mitt slæmt við, það speglarst svolítið í því það verður að gera svona. Og það veit maður helst ekki. Svo þegar maður er svo nýklipptur og fallegur, þá getur maður líka myndað nýklippinguna. Það er alltaf hægt að sjá eitthvað ljós í öllu myrkri. Best auðvitað að koma sér ekkert í neitt myrkur. Ég held maður ráði þínu stoltið sjálfur. Jákvætt hugarfar. Það er nú aldrei fínn lykill að svo mörgu. Sumir hafa jákvætt hugarfar, en sumir ekki. Jákvætt hugarfar að þú rífur þig upp úr einhverju depurð. Þá ferðu upp úr henni og upp í jákvætt hugarfar og það getur bara tekið örskotsstund. Alveg eins og þú getur tekið örskotsstund og komið sér niður í dökku dimmudalina, þá tekur það líka örskotsstund að fara í hina áttina með sjálfan sig. Þannig að allt þetta nú í okkar hendi. Og Drottinn talar nú fyrirgefningu. Við erum langrækin og heiftrækin og allt saman það og mjög langt í fyrirgefninguna. Og hverjum erum við helst að berja þá? Fara í spegilinn.